Velkomin í umræðina. Í dag erum við að fara að greina texta sem opna á algjörlega stóra spurningar mannlega vitund, trú og sönnunargögn. Við rýnum í skýringar franska biblíufræðingsins Marie-Noël Tabot og lesa efni páskadags. Nákvæmlega, já. Og þetta efni sem birtist á vefsvæði Thierry Jalas. Þar alveg sérstak áhersla lögð á þema frelsi. Jalas markar það hugtak í rauninni ganggert með rauðu letri í upprunalega textanum til að draga fram kjarnan í þessari miklu umbreytingu sem textarnir lýsa. Einmitt. Og kjarnaspurning okkar í dag þessi: hvernig nálgast þessi texti upptök nýju kristnu vitundar og þessa frelsi sem þar lýst? Það fyrst og fremst innri andleg stökkbreyting þar sem trúin sjálf kallar fram skilningin, þar sem við gætum kallað djúpa þekkingarfræðilegan hliðrun? Eða það ytri áþreifanlega reynsla og efnisleg sönnunargöng sem knýja fram trúna og neyða fólk til að endurmeta veruleikann? Já, það stóra spurningin. Mín sýn á þetta efni sú að textin haldi því sterklega fram að trúin verði alltaf að koma á undan skilningnum, að innri sannfæring sé algjör forsenda þess að menn geti yfirhöfuð lesið lett úr táknum og ritningum. Ég algjörlega sannfærð þetta þegar ég les textan. Ég hlusta þér, en mín staðar hins vegar sú að textin sýni þvert á móti fram á að áþreifanleg sönnunargögn og sögulegir atburðir sé algjörlega nauðsynur og grunnur fyrir þessa vitundavakningu. Við erum að tala hluti eins og nákvæma staðsetningu líkleiða eða líkamlega kraftaverk. Trúin og þar með frelsið ekki eitthvað sem sprettur upp úr engu í innra lífi mannsins. Hún miklu frekar rökrétt, jável óhjákvæmlega afleiðing af ófríkjanlegum, efnislegum staðreyndum sem fólk fringlega horfir á með berum augum. Ef við horfum á kjarnan í þessum texta, þá snýst þetta trúna sem linsu. Það það sem þetta byrjar allt. Textin dvelur mjög lengi við frásögn Jóhannesa Guðspjallamanns af tómu gröfinni. Og það mjög sláandi að þar beinleinis tekið fram að lærisveinir hafi ekki skilið ritningarnar fyrr en þeir fóru að trúa. Þeir stóðu frammi fyrir atburði, auðvitað, en það var ekki atburðurinn sjálfur sem færði þeim þennan vitsmunalega skilning eða þetta nýja frelsi. Ég nálgast þetta úr annar átt. Textin nefnilega uppfyllur að ríkjulegum áherslum á einmitt þessar efnislegu sannanir og raunverulega atburði. Þegar við skoðum beint það sem Tabot skrifar tómu gröfina, þá notur hún alls ekki dulspekilegt orðalag og hún kallar líklæðin inn í gröfinni beinlínis sönnunargögn eða pièces à conviction á frönsku. Þetta orðfæri beint úr sakamálarannsóknum. Já, hún gerir það vissulega, en hún rökstyður að ef líkinu hefði verið stólið, hefði klæðin einfallega fyllt með eða verið skilin eftir í algjöru óreiðu. Það engin linsa trúarinnar sem býr þetta til, heldur rökrétt ályktun sem byggt á áþreifanlegum ummerkjum. En við verðum að dvelja aðeins við eðli þessara sönnunargagna, því tóma gröfin ein og sér í eðli sínu afar óljós. Hugsum Maríu Magdalénu í þessum sama texta. Hún kemur að gröfinni, hún sér að steininum hefur verið velt burt og hvernig bregst hún við. Hún dregur þá röngu ályktun að líkið hafi verið fert eða því stólið. Hún stendur frammi fyrir nákvæmlega sömu efnislegu aðstæðum, hún sér þessi sönnunargögn, en hún skortir þessa innri linsu til að túlka þau rétt. Það þess vegna sem ég kalla þetta þekkingarfræðilega hliðrun. Maðurinn þarf að stokkva fram að brúninni í huganum áður en staðreyndirnar ríðlega make sense. Mér þykir leitt að segja það en ég kaupi það einfaldlega ekki. Leyfðu mér að segja þér hversnanna. Hér verðum við að vera alveg trú texta Tabot. Gröfin var ekki bara tóm og María Magdalena sá hreinlega ekki það sama og Jóhannes og Pétur. Tabot leggur gífurlega áherslu á nákvæmlega það sem Jóhannes sá þegar hann fór inn. Hann sá ekki bara skort og líki, hann sá líkleiðin liggja flöt og sveitadúkurinn sem hafði verið höfði Jesú vafinn saman á algjörlega sérstökum stað. Þetta ekki bara tóm, þetta nákvæm, skipulegð ummerki sem útloka þjófnað. Ég skil punktinn, en jafnvel þótt sveitadúkurinn sé samanbrotinn, þá það engin aðgerandi sönnun fyrir uppreissu frá dauðum í strengum vísindalegum skilningi. Það að horfa samanbrotin dúk og draga að því þá ályktun að sigur hafi verið unnin á dauðanum, það krefst hugræns dögs. Jóhannes sá og trúi, já, en hann var í raun og vera að horfa á skort á efni. Hann sá tóm, jafnvel þótt að væri snyrtilegt tóm. Það einmitt málið, þetta var ekki bara snyrtilegt tóm. Tabot ber þetta nefnilega mjög skýrt saman við Lazarus. Við skulum ekki gleyma þeirri andstæðu í textanum.
Þegar Jesús reisti Lasarus upp, þá kom Lasarus út úr gröfinni lafinn í sín klæði. Hann var bundinn af veruleika þessa heims og fólk þurfti að leysa hann. En í tilfelli Jesú voru klæðin hnigin niður eins og líkaminn hafði einfaldlega farið í gegnum þau. Þetta ekki spurning að túlka tóm. Þetta spurning að verða vitni á ómögulegum efnislegum veruleika sem brýtur öll lögmál eðlisfræðinnar. Það nákvæmlega þessi ytri sjónræna staðarheim sem sannfæri Jóhannes. Ég skil alveg þessa líkingu við Lasarus, en ef við tengjum við það beint við frelsisþemað hjá Jallas, þá þetta hugræna stokk sem Jóhannes tekur einmitt upp af það til frelsi. Því jafnvel þótt ummerkin séu, sérstök, þá nægja þau ekki til að byggja upp heila trúrarhreyfingu. Textin dvelur ítarlega við það að eftir atburðana þurfti postularnir að taka upp helgirit sín helgiritin og lesa þau upp á nýtt. Skilningur þeirra á textunum kom eftir á. Algjörlega. Textin nefnir þetta sérstaklega, en það styður einmitt mína hlið. Feibot lýsir þessu ekki sem einhverju dularfullri andlegri innhellingu, heldur sem gríðarlegri vitsmunalegri vinnu. Postularnir fóru í kerfisbundna rannsókn á sínum eigin bókmenntum út frá þessum nýju áþreifanlegu gögnum sem þeir höfðu í höndunum. Ég skil hvers vegna þú heldur það, en leyfðu mér að setja þetta í annað samhengi. Það bút fullir þér líka algjörlega skýrt að engin einsetning í allir rýtingunni segir berum orðum að Messias muni rísa upp. Þannig að þegar Pétur og Jóhannes standa við gröfina engin ákveðin vísa sem rifjast upp fyrir þeim, þessi vitsmuni rýtingana afleiðing trúarinnar, ekki orsök hennar. Án þess að trúa fyrst hefði lestur rýtingana áfram verið lokaður og bókstaflegur. Já, en skoðum nákvæmlega hvernig þeir unnuð úr þessu. Það bú tekur Sálm 118 sem dæmi. Þar talað hornsteinin sem smiðirnir höfnuðu en varða hyrningasteini. Þeir völdu þennan texta til að samræma og útskýra kenninguna í ljósi þeirra óhaggalega staðindar að Jesús var aftur lifandi. Þetta endurmat á sálmunum var ekki bara huglegt eða trúalegt stökk í myrkri, hún var djúpt vitsmunalega nálgun, þar sem tekin var þekkt hugmyndafræði og hún samstilt við sögulega raunprófun. En af hverju völdu einmitt Sálm 118? Gamla testamentið fullt af textum og margir þeirra algjörlega óskildir nokkur uppreysu. Þeir gátu aðeins fundið þessa merkingu í Sálmi 118 vegna þess að þeir voru þegar búin að stíga inn í þennan nýja veruleika í hjörtum sínum. Trúin linsan sem lét hennan ákveðna sálm lýsa upp. Ef við horfum á þetta ferli frá sjónarhótt við frelsi sinn sem Jallasar markar með rauðu, þá felst frelsið einmitt í því að vera ekki lengur bundin af bókstafnum eða kröfunum ytri sannanir. Það þetta innra rými sem endurfætt, þessi frelsun undan þörfinni á að sjá til að trúa. Frelsið í þessum texta liggur miklu frekari í því að geta röggrætt sig út úr gamla kerfinu með því að nota þeirra eigin helgirit. Þeir notuðu sömu aðverðafræði og fræðimenn nota þegar ný sönnunargögn knýja á endurskoðun á gamli kenningu. Frammi fyrir efnislegum breytingum í heimi þeirra urðu þeir að endurskrifa frásögnina. Sönnunargögnin kröfuðist nýra skýringar og það nákvæmlega sú vinna sem frelsaði hugsun þeirra. Ef við færum þetta beint inn í frelsisþemað aftur og dveljum aðanleikil dæmi úr textanum, við finnum kjarna þessa frelsis vel orðaðan þegar Tabóð vísar í fyrra bréf Páls til Korintamanna nýja degið. Pál talar þar að hreinsa burt í gamla súrdeig sem tákmynd perversjónar og syndar til að vera hrein og ný blanda. Þetta undirstrikar algjörlega hversu andleg þessi nálguna frelsið í eðli sínu. Hvernig sérðu nákvæmlega andlegu hliðin að stýra þessari samlíkingu? Páði vel að merkja að tala við raunverulegan hópa fólki áþreifanlega hegðun þeirra, ekki bara huglegt ástand. Vegna þess að Pál ekki að hvetja fólk til að gera byltingu í ytri stjórnmálum eða reyna að yfirgefa sinn efnislega heim og aðstæður. Hann kallar fólk til að lifa hinu venulega lífi á algjörlega nýjan hátt. Trúin verður að súrdegi sem smitar út frá sér innan og út. Þetta ekki sögulegur aðburður eða efnisleg umbreyting á stofnunum fyrst og fremst, heldur djúp trúaleg afstæða. Maðurinn ákveður inn í sér að hann sé nýsköpun þrátt fyrir að ytri aðstæður geti haldist nákvæmlega óbreytar. Þetta andlega frelsi aflvakin. Rissulega falleg og djúp samleiking hjá Páli, en við mögum ekki missa sjónar að því hvernig textin færir umræðuna aftur og aftur að sögulegum raunveruleika til að skilgreina þetta frelsi.
Skoðum hvernig Þabot tengir þetta sjálf aftur við Sálm 118 og flottan frá Egyptalandi. Hún bendir sérstaklega á að orðin svo verkaða undur í þessum biblíulegu samengi vísa alltaf til hinna sögulegu lausnar frá Egyptalandi. En flottin frá Egyptalandi líka notaður sem andleg myndlíking í kristni hefð. Að sjálfsögðu, en grunnurinn sögulegur. Þegar fólki gekk í gegnum Rauðahafið, þá var ekki bara eitthvert andlegt ástand í hjörtum Ísraelsmanna sem frelsaði þá. Það var áþreifanleg, pólitísk og söguleg björgun frá raunverulegu þralahaldi. Fólki gat byggt andlega reynslu sína eingöngur á þessari efnislegu frelsun sem átti sér stað í tíma og rúmi. Ég andmæli því ekki að aðböðurnir hafi ytri vídd, en meiningin liggur í því hvernig maðurinn túlkar þá víð. Í högum þeirra sem trúðu ekki var Rauðahafið kannski bara náttúruhamfarir og ef við snúum okkur að dæminu úr postulasögunni í 10. kafla sem Þabot gerir líka mjög ítaleg skil, þar sagt frá því þegar Pétur fer heim til rómerska 100-höfðingjans Kornelíósar. Það mikilvægt að horfa á hvað knýr þá ákvarðanatöku hjá Pétri. Einmitt. Og það dæmi finnst mér varpa algjöru ljósi á mína hlið. Að rjóa aldagamlar hefir og fara inn á heimili heiðingja sem var talin óhrein samkvæmt öllu lögmálinu, það var ekki eitthvað sem Pétur gerði bara því hann vaknaði með nýja innri sýn. Textinn tekur sérstaklega fram að Pétur var nýbúin að framkvæma 2 áþreifanlega kraftaverk, lækningu Ennesars og upprissu Tapithu. Hann hafði sannaninnar í höndunum. En þótt hann hafi læknað Einias, hvernig skýrir það að hann brjótir menningarlega reglur gagnvart Kornelíusi? Kraftaverkin sjálf útskýra ekki menningarlegt eða lagalegt rof. Það sem raunverulega breytir Pétri innri opinberun hans að Guð fari ekki manngreinarálit. Þessi uppgötvun fullkomin þekkingarfræðileg hliðrun. Hann færist frá því að sjá heiminn skiptan í hreina og óhreina yfir í rými þar sem allir jafnir undir nýju ljósi. Það þetta hugræna frelsi, þessi innri aflíkting fordóma sem gera honum kleift að stíga yfir þröskuldin hjá Kornelíusi. Ég gæti kannski tekið undir þetta þess textin sýndi Pétur stíga þetta skref án frekari sönnunargagna. Ef við vitum bæri hvernig frásóknin heldur áfram. Hvað gerist heima hjá Kornelíusi? Heilagur andi fellur yfir heiðingjana og hvernig vita allir viðstandir að það gerðist vegna þess að þeir heyrðu þá trala tungum. Það bút undirstrikar að þetta sýnileg líkamleg merki. Þetta rofa menningarlegum landamælum var réttlætt með ytri kraftaverkum sem allir gáttu séð og heyrt. Frelsi frá lögmálinu og útskúfun heiðingjans var drifið áfram að skýrum, sögulegum og líkamlegum staðreyndum sem brötust inn í hana efnisheim. Án þessara heyralega og sýnilega sannana hefði þessi innri sýn Péturs líklega verið dæmd sem hrein villa af öðrum póstalum. Við sjáum þá að innra og ytra frelsi í mikilli tókstreitu hér, en ef maður þarf alltaf ytri sönnunargögn til að réttlæta nýjan hugsunarhátt, maður þá raunverulega frjáls? Ég vil meina út frá texta Þabot að hið sanna frelsi kristnina sem Pall talar með nýja súrdegið sé einmitt getan til að trúa og breyta lífi sínu algjörlega óháð því hvort heimurinn úti fyrir veiti manni áþreifanlegar sannanir eða ekki. Maðurinn verður sjálfu skapari nús veruleika með því hvernig hann velur að sjá. Það heillandi hugsun, en ef við höldum okkur við greiningu Þabots, þá byggði þessi hreyfing aldrei á blindri trú. Hún byggði á atburðum. Hugmyndin þetta frelsi var ekki upphugsuð í tómarúmi á einhverju andlegri yfirræð. Hún var rökkreykt, jafnvel vísindalegt viðbrögð við staðrendum sem brutu reglur hins þekkta heims. Frelsið hér áþreifanleg endurskipulægning á samfélagi eins og að hleypa heiðingjum inn eða yfirgefa gamla helgiseði sem byggð á djúpstæðri vitsmunalegri rannsókn. Þarna mætast vissulega 2 mjög skýr en ólík sjónarmið okkar á þessum texta. Til að draga saman mína sýn á þetta allt saman, þá snýst þessi mikla umbreyting grundvallar stökk í trú. Upptök nýra kristnar vitundar liggja í því þegar maðurinn treystir því sem ósýnilegt eða óljóst. Það þetta innra sjónarhorn, þessi uppgjöf gagnvart kröfunum fullkomnar efnislegar sannanir sem opnar fyrir hinum sanna skilningi, bæði á ritningunum og heiminum öllum. Trúin linsan og frelsi fyrst og fremst hinn nýja andlega súrdeig. Já, og til að draga saman mína flið þá tel ég textan undirstrika hinn nákvæmlega gagnstæða.
að án hinna djúpstæðu ytri og sögulegu atburða, án sönnunargagna eins og þessara sérstöku staðsetningar líklaðana, án lækningar og sýnilegra áhrifa í lífi fólks, þá hefðu þessi nýja vitund einfallega aldrei orðið til. Kristnin eins og textin lýsir henni stendur á bjargi raunverulegra vitsmunalegra vinnu sem byggir á óvæntum efnislegum breytingum. Þrátt fyrir þennan aðgerandi mun finnst mér virkilega áhugavert að við náum saman eitt afar mikilvægt atriði að lokum. Báðir sjáum við að texti Marie Noël Thabut bendir á algjöra og gríðarlega hugmyndafræðilega byltingu. Hvort sem hún sprottin af innri trú eða ytri rannsóknun, þá krefst hún þess að gamla kerfi sér fellt niður. Hvort sem það óttin við dauðan, útilókun heiðingja eða gamla súrdegið, þá tilgangurinn sami, að stíga inn í gjörbreyttan veruleika. Ég fyllilega sammála því. Bæri stefnin mætast í þessu brennitefli sem knýr fram algjört brottfar frá því sem var. Hugtakið frelsi hér beinlinnis skýlast brot við fortíðina og það svo dýpt sem stendur upp úr þegar maður rýnir í þessi skrif. Þetta spurning sem heldur klárlega áfram að krefjast vangavelta. Hlustendur geta sjálfur kafa dýpra í texta Thabut og Jallas til að ígrunda þessi mörk sönnunargagna og trúar betur. Við látum þessa stóru spurningu því liggja að opna hjá ykkur. Takk fyrir að vera með okkur og við kveðjum að sinni.